gleði. Við fögnum í heilugum anda. Ekki kveikt á honum? Jú. Og við skulum allavega lofa Drottin á þann hátt sem að honum sómi að. Og þið vitið að sko frá hjarta okkar þá eiga að koma þessar lofgjörðar hvíður sem við fáum að lofa Drottin og fagna frammi fyrir honum. Ekki hika við að leyfa Drottni að fá heiðurinn og dýrðina. Það má fleira skjálfa heldur en jörðin. Við munum alveg leyfa tilfinnum okkar titra frammi fyrir Guði. Við skulum hefja þetta í Jesú nafni. Gjörðu svo vel. Just that full of weary days and then
Við skulum aðeins heyra orð Drottins lesið. Ég ætla að lesa fyrir ykkur úr Mattheusar Guðspjalli 10. kapitula og það bara orð sem að ég tel að Drottin eigi erindi við okkur með. Og það er svolítið athyglisvert að við getum tekið þennan bókstaf ritningarinnar og heimfært hann upp á hvern einasta samtíma sem til Og Jesús segir við okkur í þessum kafla, stórmerkilega kafla: Sjá, ég sendi þér eins og sauði meðal úlfa. Verið því kænir sem höggormar og falslausir sem dúfur. Varið yður á mönnum, þeir munu draga yður fyrir dómstóla og húðstríkja yður í samkundum sínum. Þér munu leiddir verða fyrir landshöfðingja og konunga mín vegna, þeim og heiðingjunum til vitnisburðar. En þá menn draga yður fyrir rétt. Skuluð þér ekki hafa áhyggjur af yður hvernig eða hvað þér eigið að tala. Yður verður gefið á sömu stundu hvað segja skal. Þér eruð ekki þeir sem tala, heldur andi föður yðar, hann talar í yður. Ég ætla að stoppa þetta hér og gefa ykkur þetta orð sem veganesti inn í okkar samtíma, sama hvað okkur mætir, að þið vitið að andi Guðs hann með og það hann sem kveikir hjá okkur vitnisburðin og þekkinguna sem í samræmi við Guðs orð. Því svo mikilvægt að við venjum okkur á að við lesum Guðs orð daglega. Tökum þau inn í okkur, það fyrir að stýra hugafari okkar og hjálpa okkur til þess að muna þegar einmitt að ögur stundu kemur. Við skulum biðja saman. Við skulum biðja Drottin að vera með okkur og þýðir með bænarefni og hvort sem þú ert hér í salnum eða annar staðar, þá getur alveg minnt Drottin á. Guð heyri þína bænir. Það engin spurning og bara að við gefum honum dýrðina. Ef að biðja saman að Drottin fái bæði gefi hér í miskunn og náð og ekki síður að orð hans megi flæða hjá okkur. Takk Jesús Kristur. Við munum minna þig á orðin þín og kenningu þína. Við munum minna okkur á, elskaði Herra, hvernig þú hefur talað og hvað þú hefur sagt við okkur og við munum beygja okkur undir þessa himnesku speki. Ég bið fyrir Drottin að allir áheyrendur okkar í dag, þeim megi reyna hvað þú ert og hver þú ert. Við biðjum Drottinn minn fyrir þeim bænarefnum sem hafa verið lögð fyrir okkur. Fólk að hringja og biðja stuðning og hjálp. Það eru sjúkdómar sem herja á og við minnumst þeirra sem við höfum verið beðnir að biðja fyrir sjúkleikans vegna. Drottinn græddu, læknaðu og leystu. Við biðjum líka fyrir fólki sem í kringumstæðum sem það ræður illa við. Við biðjum fyrir Drottinn að þú megi veita því hugrekki og veita því náð. Við biðjum fyrir Suðurnesjunum, þeim sem hræddir eru við jarðskjálfta og yfirvofandi eldgos. Drottinn gefðu anda þinn yfir, með því að þau verði djörf og vitið að elskaði Herra, að sæll sá situr í skjóli hins hæsta. Drottinn kallaðu þjóðin okkar til þess að vera í fundi við þig, í skjóli þínu og í samfélagi við þig. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Drottinn bless ykkur. Við ætlum núna að sýna ykkur svona upplýsingar. Við ætlum að taka samskot og biðja fyrir því hvað við gerum. Og við ætlum að sýna ykkur mynd af fjölskyldum sem að þessi kirkja búin að vera að vinna að leysa. Þetta fólk í þrældómi í Pakistan og það byrjað á því að gera þetta fólk að eins og skuldaþrælum og þar með sá sem á verksmiðjuna, hann hefur fólkið í vinnu, hann borgaði varla laun, hann borgaði varla mat, hann skaffaði kannski húsaskjól en þau eru algjörlega upp á náð þess manns komin sem á verksmiðjuna. En við erum að borga skuldir þeirra og hjálpa þessu fólki til þess að þau geti farið, fundið sér aðra vinnu sem eitthvað arðbæra og betra fyrir það. Og það sem við höfum fengið, við vitum að það eru það bil $800 sem þarf til þess að bjarga þessum fjölskyldum. Við erum búin að í það minnst að leysa hvað? Já, að misja hvað kostar, en við erum búin að leysa allavega 2. Og þakka þér fyrir þitt framlag.
þú ert þá hluti af því að leysa þræla úr þrældómi. Nú ætlum ég að biðja ykkur að koma hérna, við skulum biðja fyrir samskotunum og svo þið viti hvernig það að Guð hann blessar glaðan gjafara. Gjörðu svo vel. Já, við skulum biðja saman. Drottinn, þakka þér fyrir að þú leggur blessun til þeirra sem leggja fjármuni í þessa bauka. Drottinn, gefðu okkur að biðja að gefa af gleði, biðja til þín, Drottinn minn, blessun og sjá til þess elskaði Herra að gjafirnar það skila sér í frelsi til annara og blessun til þeirra sem að eiga erfitt í lífinu. Í Jesú nafni. Amen. Gjörðu svo vel. Amen. Við ætlum að syngja saman lagið Gröfin tóm. Og endilega takið þátt, ég ekki fyrir að syngja fyrir ykkur. Við ætlum að syngja saman. Við ætlum að lofa Guð saman í dag og gefa Guði allan okkar tíma. Amen. Jesús var kvalinn á krossi, kaus þar að þjást fyrir mig. Hann sem var sig allra saka, sekt mína tók hann á sig. Gröfin tóm, Jesús lifir nú í mætti og í dýrð eilífð. Dauðans vald nú sigraði. Gröfin tóm, Jesús lifir nú í mætti og í dýrð eilífð.
Tökum síðasta versi saman. Aftur. Sjá, hann sem dó upprisinn, Drottinn mig, hann myrkursins vald nú brotið, Og andi Guðs lifir í mér. andi Guðs lifir í mér. Gröfin tóm, Jesús lifir nú, í mætti og í dýrð, dauðans vald nú sigraði. Gröfin tóm, Jesús lifir nú, í mætti og í dýrð, dauðans vald nú sigraði. Gröfin tóm, Jesús lifir nú, í mætti og í dýrð, dauðans vald nú sigraði. Gröfin tóm, Jesús lifir nú, í mætti og í dýrð, dauðans vald nú sigraði. Gröfin tóm, Jesús lifir nú, í mætti og í dýrð, dauðans vald nú sigraði. Halleluja, Jesús. Takk, Jesús, að þú sigraðir á krossi, Drottinn. Takk, Jesús, að þú gafst okkur líf, heilagi Faðir. Halleluja, halleluja. Takk, Jesús. Halleluja. Ó, Jesús. Gröfin tóm, Jesús lifir nú, í mætti og í dýrð, eilífð. Dauðans vald nú sigraði. Þetta ekki bara orð, elsku systkini. Þetta söngur sem við syngjum og hann svo sannur. Halleluja. Takk, Jesús. Vorar misgjörðir tók hann á sig. Fyrir hans benjar við Við eigum líf í nætur, frelsi og frið, fyrir blóðið sem rann á Golgata. Vorar misgjörðir tók hann á sig. Fyrir hans benjar við Við eigum líf í nætur, frelsi og frið, fyrir blóðið sem
oh blessun handa mér, oh blessun handa mér, gefðu kraftins helga andan upp yfir mig, oh blessun yfir mig. Og syngjum þessa. Næsti söngur, hann fjallar að við erum erfingjar með syni Guðs. Sonur Guðs, hann fekk arfinn frá föðurnum og hann gaf okkur hlutdeild í arfinum með sér. We are one with the Father, we are his with the Son, we are children of the kingdom. We are family, we are one. With the Father, we are his with the Son. We are children of the kingdom. We are family, we are one. With the Father, with the Son, we are children of the kingdom. We are family, we are one. Yes, Lord. Amen. Takk Jesus. Við erum fjölskylda þín. Við erum eitt með þér og í þér. Amen. Og predikun dagsins.
Og þá tekur Kitty við, bara með einu öðru áður. Þau eiga ammælisdag, þau eiga ammælisdag, þau eiga ammælis. Hrefna, Anna, Elmar, nei, Brynja, ekki Hrefna. Byrjum á nýtt. Þau eiga ammælisdag, þau eiga ammælisdag, þau eiga ammæli. Þau eiga ammælisdag. Öll einhvern tíma núna í best veit. Einn, tveir, þessi er á. Við ætlum að byrja á að lesa hérna ritningu úr Korintu bréfunum. Og það er annað Korintubréf, 9. kafli. Vers 6 til 15. Svolítið löng lesning en fyrir þá sem lesa ekkert í vikunni þá er þetta góðu lestur, biblíulestur. Og það segir, býtu nú við, er ég að segja eitthvað vitlaust, það er 9. kafli. 9. kafli, 7. til 15. vers. 9. kafli, 7. til 15. vers. En þetta segir, sá sem sáir sparlega mun sparlega uppskera, sá sem sáir ríflega mun ríflega uppskera. Þetta er lögmál. Fá graskorn og lítið gras. Sér hver gefi eins og hann hefur ásett sér í hjarta sínu, ekki með ólund eða með nauðung því að Guð elskar glaðan gjafara. Hér kemur greinilega fram að þú ræður hvort þú gefur eða hvað þú gefur. Guð svo segir hér, Guð elskar glaðan gjafara, Guð er þess megnugur að veitiður alla góða gjafir ríkulega til þess að þér í öllu og ávallt hafið allt sem þér þarfnist geti sjálfur veitt ríkulega til sérhvers góðs verks. Eins og ritað er hann miðlaði mildilega, gaf hinnu snauðu, réttlæti hans varir að eilífu. Svo kemur þetta, sá sem gefur sámanninum sæði og brauð til fæðu, hann mun gefa yður sáð og margfalda það og auka ávexti réttlætis yðar. Þér verði í öllu auðugir og geti jafnan sýnt örlæti sem kemur til leiðar þakklæti við Guð fyrir vort tilstilli. Því að þessi þjónusta sem þér inni að hendi bætir ekki aðeins úr skorti hinna heilögu, heldur ber hún ríkulega ávexti við að margir menn þakka Guði. Og þegar menn sjá hvers eðlis þessi þjónusta er, munu þeir lofa Guð fyrir að þér haldið játningu yðar við fagnaðarendi Krists og gefið með yður að örlæti, bæði þeim og öllum, og þeir munu biðja fyrir yður og þrá yður vegna yfirgnæfanlegra náðar Guðs við yður. Þökk sé Guði fyrir sína óumræðilegu gjöf.
Þannig ef þið langar að eignast fyrirbýðanda þá skaltum bara gefa einhverjum eitthvað samkvæmt þessu. En það eru hérna, mér langaði að tala fórnagjafir og tíund í dag. Ég trúi því að kirkja Jesú Krists eigi ekki að vera með, vera speni á ríkinu. Er það rétt sagt? Já, ok. Vegna þess að við eigum almáttugan Guð og við þurfum ekki að fá styrk frá neinum öðrum heldur en okkar Guði, eins og kemur hér fram. Ég sagði daginn að það sem við værum að gefa, og ég ætla að lesa hérna nokkra ritningar vegna þess að hérna það svolítið, mér fannst þetta svolítið svona gaman að sjá þessa ritningu og svo fann ég það út að það voru fleiri ritningar sem sögðu nákvæmlega það sama. Af því að við heyrum svo oft sagt, heyrðu, þú kannt nú bara eyða þessu vegna þess að þú ferð ekki með þetta með þér yfirum. Og hérna, ég man eftir konu einu sinni sem svolítið skemmtileg saga, að hún átti mjög ríkan mann og hann var ægilegur durgur og svo það, hann veit að hann að deyja og hann segir við konuna sína að hún fái engan arf. Hann vill að allar hans eigur verði settar í kistuna með honum. Hún átti að taka út af bankabókinni og setja það niður í kistuna vegna þess að hann vildi ekki að hún fengi að njóta þess. Segir einhverju karlmenn amen? Nei. Nema hvað, svo átti hún vinkonu eins og margar konur eiga og vinkonunnar hafði fréttað þessu og svo fer jarðarförin fram og vinkonunnar kemur og segir við hana, og gerðurðu þetta virkilega? Já, ég gaf honum orð mín, ég gerði þetta. Ó, hvað út vitlaus, sagði vinkonan. Nei, ég veit það ekki, ég bara skrifaði ávísun og setti niður í kistuna fyrir öllum hans eigum. Þannig að hún sá við honum. En þetta svolítið skemmtileg saga, að við förum ekki með eigurnar með okkur, en það sem ég ætla að segja að í orðskviðunum 19:17 að það önnur leið til að fara með þetta yfirum og það segir, ef þú lánar drottni, sá lána drottni líknar fátækum og hann mun launa honum góðverk hans. Ok, Guð, hann ekki í hinum sýnilega heimi og hans fjármagnskerfi hann ekki með innistæðu hérna í Landsbankanum eða verðbréfasjóðunum. Hann með innistæður sínar í sínu ríki. Það hans ríki. Og Jesús Kristur, hann sagði í Lúkas 12:21 að þá talar hann að einhver geti verið ríkur hjá Guði. Það hlýtur að þýða það að það einhver sem á inneign hjá Guði, það ekki? Hann ekki með þetta hérna í verðbréfasjóðunum, hann ekki sveittur yfir því, hann á inneign í himninum. Jesús talar þetta í Lúkas 12:21 og ég ætla bara að vitna í þetta. Síðan segir Jesús í Matteus 6 og vers 19 til 21, þá segir hann sér svona, Matteus 19, safniður ekki fjársjóðum á jörðu, þar sem mölur og ryð eyðir og þjófar brjótast inn og stela. Safniður heldur fjársjóðum á himni. Ok, á maður að senda það með hérna geimskutlunni eða hvernig sendi ég þetta upp í himinin? Hvernig get ég lagt inn hjá Guði? Ok, Jesús hann hefur svar við því. Hann segir í Lúkas 6:38 minnum mig, gefið og yður mun gefið verða, það eitt. En hann segir hérna, við skulum halda áfram með Matteus
og við komum að þessu hvernig við getum lagt inn í bók himinsins. Matteus 6, 19-21. Safniður heldur fjársjóðum á himni þar sem hvorki eyðir, mölur né ryð og hlutabréf falla ekki og þjófar, ég bætti þessu inn í, og þjófar brjótast ekki inn og stela, því hvar sem fjársjóðu þinn þar mun og hjarta þitt vera. Og það þetta sem í raun og veru mjög mikilvægt fyrir okkur, hvar fjársjóður þinn? Hann í nýja bílnum, hann í nýja húsinu, hann í öllu sem þú átt hér, eða elskar þú, trúir því að það sé til ríki sem við förum til þegar við deyjum og við verðum sem sagt með Guð í himninum alla eilífð og að við getum lagt inn á bankabók þar. Það það sem Biblían að segja, það það sem Jesús að segja, að það sem sagt við getum safnað okkur fjársjóðum hjá Guði, en þeir fara ekki með okkur í innistæðulausri ávíksun í kistunni og jafnvel þó að sé innistæða fyrir henni, það var innistæða, en Biblían segir okkur hvernig við getum gert þetta og í Lúkas 12:33 að þá talað fjársjóð á himnum. Lúkas 12:33, ég man ekki, hann að tala, hann talar, kennir svolítið mikið þetta, hann Jesús. Lúkas 12:33, við skulum rétt aðeins skoða hverja hann að tala við. 12:33, þá hann að segja, verð ekki hrædd litla kjörð, föður yðar hefur þóknast að gefa yður ríkið. Svo segir hann, seljið eigur yðar, gefið ölmusu, fáðið pingjur, fyrnast ekki. Fjársjóð á himnum. Hér hann að tala við kirkjuna. Hann að segja bara, seljið eigur yðar, fáið yður, sem sagt, pingjur fyrnast ekki. Fáið ykkur, sem sagt, banka innistæðu, þar sem að aldrei vaxtalækkun eða gjaldþrot. Fjársjóð á himnum þrýtur ekki, þar sem þjófur fær eigi komist í nánd, né mölur spillt. Hérna hann að tala við kirkjuna. Svo aftur fjársjóður nefndur í Lúkas 18:22. Þá segir hann, Lúkas 18:22, þá hann að tala við, held ég, annan mann sem var alveg rosalega ríkur. Og þá segir hann við hann, þessi maður kom til hans og spurði hvað hann ætti að gera til að eignast eilíft líf og Jesús sagði honum að hann ætti að halda boðurinn og allt þetta og svo segir þessi við hann, ég búinn að gera allt þetta frá því ég var ungur drengur og þá segir Jesús við hann, enn þér eins vant, sel allt sem þú átt, skipt meðal fátækra og munt þú fjársjóð eiga á himnum. Þannig að þá það að þessi maður þegar hann heyrir þetta þá verður hann hryggur enda var hann mjög auðugur og hann gekk í burtu og sem sagt, var ekki til í að gera þetta. En spurningin fyrir okkur, þegar við heyrum svona, eiga allir að gefa allt sem þeir eiga og verða fátækir og sem sagt, til þess að eignast þennan fjársjóð í næsta lífi. Ég meina, það sem Guð að kenna okkur? Já eða nei? Nei, hann ekki að kenna okkur það. Hérna var hann að eiga við hjarta þessa manns. Jesús sagði, þar sem fjársjóðu þinn þar mun og hjarta þitt vera. Þannig að ef að þú, sem sagt, ef að hjarta þitt allt yfir í Landsbanka, þá ertu frosinn þar og þú gerir ekkert gagn í Guðsríkinu, en ef að hjarta þitt í Guðsríkinu, að þá í raun og veru hefur Guð sagt að hann gefi sálmanninum sæði, að hann gefi þér sæði til þess að þú uppskerir og getur síðan gefið frá þér. En af hverju þá þetta? Það ein útskýring hérna á þessu, ég ætla að lesa úr öðru Korintubréfi 8:13 og það kemur svolítið inn á það sem að þessi kirkja hefur verið að gera. 8:13
ekki svo að skilja að öðrum sé hlíft en þrengt sé að yður, heldur til þess að jöfnuður verði. Og síðan segir, nú sem stendur bætir gnægð yðar úr skorti hinna. Og sá sem líknar fátækum lánar drottni. Þannig að það Guði þóknarlegt að við líknum fátækum og við horfum ekki upp á fólk kannski deyja úr hungri eða deyja úr vosbúð ef að við höfum nóg. Já, en við getum ekki hjálpað öllum heiminum, heyri ég svo oft. Nei, en við getum hjálpað oftast þeim sem við sjáum, og ef allir hugsa þannig að þá geta allir samanlagt hjálpað öllum heiminum. Nú, það önnur ritning líka í Markúsar guðspjalli 10:29 þar sem Jesús minnist á að ef að einhver gefur allt, yfirgefur allt, þá mun hann fá allt margfalt aftur á þessum tíma og í hinu komanda lífi. Bæði hérna og í hinu komanda lífi. Og ég átti pappa sem að hann las þessar ritningar og hann gekk virkilega út á þetta og hann gaf tvisvar aleiguna. En það var alveg sama hvað hann gaf mikið, að blessunin kom alltaf aftur yfir hann. Hann gaf hús, hann fekk hús. Hann gaf aftur hús, hann fekk aftur hús. Hann átti alltaf nóg fyrir sig og fyrir sína. Og hann var alltaf að blessa fólk, hann var alltaf að gefa, af því að hann gekk svo út á þetta talaði svo til hans, og eftir því sem hann gaf meira, að því kom meira aftur tilbaka til hans. Og ég að segja þetta til þess að allir eigi að gera eins og hann? Nei, en ég samt að segja að það allt í lagi að vera gjafmildur. Það Jesús Kristur sagði þetta svona, það sælla að gefa en þiggja. Það meiri blessun að gefa en þiggja. Og ég veit með margt fólk sem mjög gjafmilt, þá erfitt með að taka við. Og það líka rangt, vegna sem einhver vill blessa þig og gefa þér, þá átt þú líka geta tekið á móti. Amen. En það sem ég langaði að tala í dag eitthvað sem heitir tíund, og margir segja, já, þetta bara í Gamla testamentinu, en þetta líka í Nýja testamentinu, og af hverju, það til fyrirtæki hérna held ég sem heitir tíund á Íslandi, og af hverju tíund? Hvernig þetta tilkomið, og af hverju vill fólk gera þetta? Þannig að mér langar aðeins að bara sýna okkur í dag nokkra staði úr Gamla testamentinu. Biblían, hún gefur okkur þessa leið til að heiðra Guð og játa hans í okkar uppspretta. Og þessi leið, hún kallar blessun yfir líf okkar. Og upphaf tíundar, þegar við lesum fyrstum tíund, þá förum við í fyrstu Mósebók 14 og þar talað mann sem hét Abraham og hann hafði farið í stríð. Hann hafði farið í stríð til að frelsa frænda sinn sem hafði verið hertekinn. Sá hét Lot. Og Abraham, hann kemur aftur tilbaka og hann hafði unnið þetta stríð alveg með miklum glæsi brag og hann kemur með heilmikið herfang tilbaka. Og þegar hann kemur tilbaka, þá kemur einhver á móti honum sem heitir Melkisedek, og þetta fyrsta Mósebók 14:18, og það sagt að þessi Melkisedek, hann var konungur í Salem, hann kom með brauð og vín, en hann var prestur hins hæsta Guðs. Hann blessaði Abram og sagði, blessaðu sé Abram af hinum hæsta Guði, skapara himins og jarðar, lofaðu sé hinn hæsti Guð sem gaf óvini þína þér í hendur. Og svo kemur þetta, Abram gaf honum tíund af öllum. Abram gaf honum tíund, þessum Melkisedek. Og það eru mikla pælingar hver þessi Melkisedek var
og vegna þess að hann var ekki ættfærður. Hebreabréfið segir okkur þá, við komum kannski að því síðar, að hann var ættlaus og hann sem sagt átti ekki upphaf og hann var eilífur, segir ritningin. Og hann var líka prestur og hann var líka konungur. Í Gamla testamentinu voru menn annarkvort konungar eða prestar. Þannig þessi var bæði konungur og prestur, takið eftir því. Það er svolítið merkilegt. Og margir biblíuskýrendur telja að þetta hafi verið Jesús Kristur, en Biblían segir það aldrei hreint eða beint út. En hann gefur þarna, þetta í fyrsta skipti sem gefin 10. Og síðan það hann Jakob. Og það í fyrri Mósebók 28, vers 22, að Jakob hann sofnar undir eða á steini, minni mig, og hann sér stiga upp til himins, og svo það að hann vaknar og hann segir í versi 22, þessi steinn sem ég hef uppreist til merki skal vera Guðs hús og ég skal færa þér 10 af öllu sem þú gefur mér. Hérna kemur lykillinn af 10. Ég skal færa þér 10 af öllu sem þú gefur mér. Ef þú ekki trúir að Guð gefi þér neitt, þá getur þú ekki gefið Guði 10 af því sem hann gefur þér. En ef þú trúir að Guð sé uppspretta lífsins, að hann gefi þér heilsu til að vinna og hann sé sá sem hefur blessar þig og allar þessar gjafir í vinnan þín og allt sem þú hefur sé frá honum, að þá getur þú sagt með Jakobi, ég vil gefa þér 10 af öllu því sem þú gefur mér. Nú síðan sjáum við hvernig 10 var í Gamla testamentinu. Það talað Móse, ég hef sagt hérna Móse og lögmál 10 og það var gefin jarðar 10, það svarar spurningunum Abel og Kain. Guð tók við gjöfum af jörðinni og síðan var eitthvað sem hét frumgróðafórn, að menn gáfu Guði frumgróða uppskeru sinnar. Að fyrsta, það í 3. Mósebók 23:10, 3. Mósebók 23:10. Ég ætla að reyna að fara hratt yfir þetta, svo ykkur leiðist ekki. Það segja allir að 3. Mósebók sé svo rosalega leiðinleg, en sumum finnst hún skemmtileg, þeir sem hafa rannsakað hana. Það yfirleitt þannig með Biblíuna. 3. Mósebók 23:10-14. Mælt þú til Ísraels manna, segir við þá þið komið í land þar sem ég mun gefiður og þér skerið upp korn, skulu þér færa presti fyrsta kornbundið af uppskeru yðar. Hann skal veifa kornbundinu frammi fyrir drottni, svo það aflíður velþóknunar, daginn eftir hvíldardaginn skal presturinn veifa því. Og þann dag þér veifi bundinu skulu þér fórna veturgamalli sauðkind gallalausri brennifórn drottni til handa. Þannig að þetta voru svona fórnargjafir sem voru gefnar drottni. Guð fekk alltaf frumgróðan. Og þetta í rauninni tákmynd líka upp á, þetta átt að gera á fyrsta degi eftir hvíldardaginn. Þannig að hér má líka segja að sé boðuð koma nýs sáttmála eða Jesú Krist, frumgróðin. En þeir átt að gefa frumgróða. Síðan 3. Mósebók 27:30, þá talað jarðar 10, að það átt að gefa Guði 10 af öllu sem jörðin gaf. Öllu sem jörðin gaf. 27:30, öll jarðar 10 heyri drottni, hvort heldur af ávexti jarðar eða aldinum trjáa. Hún helgu drottni. Hún helgu drottni. Og svo kemur öll 10 af nautgripum, sauðfé, öllu því gengur undir hirðistafinn, hver 10 skepna skal helguð drottni. Þannig við sjáum að þetta var svona lögmál, að þetta var eitthvað sem þeir átt að gera, þetta var ekki eitthvað sem þeir gáfu drottni heitum að gera, þetta var lögmálið.
Jakob hins vegar, hann gaf í trú. Abraham gaf í trú, hér kemur lögmálið. Svo var það að 4. Mósebók 18:21 segir okkur að prestarnir fengu tíundina. Og þar segir okkur líka að prestarnir, þeir gáfu tíund af tíundinni. Þannig þeir ekki bara fengu tíundina, heldur gáfu þeir Guði líka. Þannig að það voru allir sem gáfu Guði tilbaka. Svo það, þetta var 4. Mósebók 18:21. Þetta kemur hérna upp á skjáin. 4. Mósebók 18:21. Sjá, ég gefi Levítunum alla tíund í Ísrael til eigna fyrir þjónustuna þeir inna af hendi þjónustuna við samfundatjaldið. Og 26 segir, þú skal tala við Levítana og segja við þá þegar þið meðtakið tíundina frá Ísraelsmönnum ég hef gefið yður til eignar og þeir skulu greiða yður, þá skulu þér færa drottni fórnargjöf af henni, tíund af tíundinni. Þannig hér sjáum við það. Svo var eitthvað til sem hét hinn árlega tíund og það talað það í 5. Mósebók og þessi tíund, hún var í raun og veru fyrir fjölskylduna, menn settu til hliðar, sem sagt af gróðri jarðarinnar, þetta 5. Mósebók, til þess að fara upp með fjölskyldu sína á hátíð drottins. Þannig við sjáum að Guð, hann í raun og veru gaf þeim aftur tilbaka af tíundinu svo að þeir getu farið og lofað hann. Og þetta 5. Mósebók 12:17-18. 12:17-18. Þar segir, þú mátt eigi eta innan borgarhliða þinna tíundakorni þínu, aldinlegi þínum og olíu þinni, né frumburði nautgripa þinna og sauðfénaðar, né nokkuð af heitfórnum þínum þú heitið, né sjálfvilja fórnum þínar, né nokkuð sem þú færir að fórnagjöf, heldur skalt þú eta það frammi fyrir Guði þínum á þeim stað sem drottin Guð þinn velur, þú, sonur þinn, dóttir þín, þræll þinn og ambátt þín, Levítinn sem innan borgarhliða þinna og þú skalt gleðjast frammi fyrir drottni Guði þínum yfir öllu því sem þú hefur aflað. Þannig að þetta var svona ákveðin serimónía að þeir fóru með tíundina og þeir glöddust frammi fyrir drottni yfir þeim blessunum sem Guð hafði blessað á með. Síðan ein tíundi viðbót. Það í 5. Mósebók 14:28-29 og við skulum lesa það. Ein tíundi viðbót 14. Þriðja hvert ár skalt þú færa út alla tíund af ávexti þínum það árið og leggja hana niður innan borgarhliða þinna svo að Levítar, því að þeir hafa ekki hlutni óðal með þér, útlendingar, munaðarleysingjar, ekkjur, þær sem innan borgarhliða þinna, megi koma og eta sig mett til þess að drottin Guð þinn blessi því öllu því þú tekur þér fyrir hendur. Þannig að hér sjáum við til hvers tíundin var. Hún var í og með til þess að blessa hina fátæku, blessa presta þjónustuna og hér komin tíund, hann verður skilinn eftir í Guðs húsi. Þessi. Við sjáum að hún var fyrir ekkjur, hún var fyrir munaðarlausa og hún var fyrir fátæka. Þannig að þetta var undir lögmálinu. Og síðan heilmikið talað tíund í Gamla testamentinu. Við lesum að þegar Hiskía endurreisir sem sagt ríkið, þá endurreisir hann líka tíundina. Við sjáum í Nehemía bók að þar hvarf tíundin út þegar Nehemía fór í burtu og þegar tíundin hvarf út þá stoppaði líka þjónustan, prestarnir flúðu út á ekrur sínar en Nehemía kemur og hann sem sagt hann tekur, það var búið að taka sem sagt herbergið sem að tíundin var í
og það var búið að leigja það út handa manni sem hét Tobía og Nehemía hendir leigjandanum út, setur aftur tíundir og fórnargjafir inn og sem sagt kallar á fólkið að gefa aftur tíund og þá koma prestarnir og þjónustan byrjar aftur í musterinu. Þannig að í raun og veru tilgangur tíundar, segir Malaki, til þess að fæðsla sé í húsi Guðs. Það tilgangur með tíund, að sé fæðsla í húsi Guðs. Annar tilgangur sá, þetta Malaki 3:10, við skulum aðeins bara kíkja á það vers. Annar tilgangur sá að það segir, færið alla tíundin í forðabúri til þess að fæðsla sé í húsi mínu og reyni mig enn einu sinni á þennan hátt, segir Drottinn allsherjar, hvort ég líka ekki upp yfir yður flóðgáttum himinsins, úthelli yfir yður yfirgnæfanlegri blessun. Hitt það að Guð vill fá að blessa, hann vildi fá að blessa Ísrael. Hann vildi fá að blessa Ísrael. Og orðskviðirnir, og ég veit að þetta mikið að ritningastöðum, 3:9-10, þeir segja okkur, tigna Drottinn með eigum þínum með frumgoróða allrar uppskeru þinnar, þá munu hlöður þínar verða nægtafullar, vínberjalögurinn flóa út af vínlagaþróm þínum. Tigna Drottinn með eigum þínum með frumgróða allrar uppskeru þinnar, þá munu hlöður þínar verða nægtafullar. Þannig að þessi leið sem Guð hefur gefið okkur, í staðinn fyrir að gefa allt og sitja eftir sem fátæklingur, að gefa í raun og veru eins og bóndi sem sáir einu sinni á ári eða tvisvar og svo kemur uppskera, svo sáir hann aftur og svo kemur uppskera. Ef að bóndinn myndi nú éta alla uppskeruna, þá sáir hann ekki aftur. Og það málið, þetta með að sá og uppskera, að Guð vill gefa sáðmanninum sæði, lásum við, svo að hann geti uppskorið. Þannig að tíundin hefur fyrirheitum blessun og hún til þess að fæðsla sé í húsi Guðs. Hún líka til þess að fátæklingar og ekkjur munaðarlausir að þeir fái lífsviður væri. Þannig ef við styrkjum munaðarleysingjar hæli með tíundinni, að þá erum við að vinna Guði þarft verk. Nú, einhver sagði átti ekki að gefa þetta prestunum, ekki bara að predika þetta svo þú fáir hærra kaup? Jú, kannski. Eða Snorri, kannski bað hann mig að predika þetta, ég veit það ekki, nei. En sko, Páll postuli, við lesum á einum stað, að hann sagðist eiga rétt á þessu að fá sem sagt gjafir frá Korintumönnum, en hann sagði, ég hef ekki nýtt mér þann rétt, af því að hann sagði, þið hafið ekki þroska til þess að gefa frá ykkur og þess vegna hef ég ekki nýtt mér þennan rétt, ég hef unnið fyrir öllu sem ég þurfti sjálfur. Og við Snorri höfum reynda gert það allt okkar líf. Verið í vinnu og unnið fyrir okkar þörfum sjálfum, þannig að í þessari kirkju að þá eru prestarnir ekki á launum. Ef að það ykkar sem sagt, spurninga, þá henni svarað. En tíundin samt, hún blessun vegna þess að hún eins og sáning og uppskera. Og já, ég talaði Nehemía, Malaki, svo það þetta tíund í Nýja testamentinu. Jesús talar einu sinni það, þegar hann að skamma farisejana, að þeir sögðu, ja, við þurfum að borga tíund og þess vegna getum við ekki hjálpa pabba og mömmu, þau verða bara að fara á elliheimilið, við eigum ekki til að gefa þeim. Þetta Matteus 23:23 og þá segir Jesús, ok, þið eru hræsnarar, þið eru aumingjar og þar fram eftir götum, og auðvitað eigið að hjálpa foreldurum ykkar fyrst, það ykkar fyrsta skylda og samt sem sagt ekki rangt að borga tíund, segir hann, það ber ekki ógjört að láta, en sko,
það sem hann að segja, það getur verið einhver sem að borga 10 og hann bara hræstnær og það ekki Guði þóknanlegt. Guð vill að við höfum þetta hjarta að við elskum og við gefum af því að við elskum. Við ætlum að koma hérna og við erum að koma inn til lendingar í Hebreabréfinu, þar talað hann Melkísedek, Hebreabréfið, 7. kafli, og ef við lesum frá versi 4, virði nú fyrir þig hvílíkur maður það var sem Abraham sjálfur forfaðurinn gaf valda 10 af herfanginu. Við erum ekki með mynda Melkísedek, þannig að þið verðið að sjá hann hérna í ritningunni, þið verðið að rannsaka hann, stúdera hann og skoða hann, virðið fyrir ykkur hver hann og hérna, við erum ekki með mynda Justin Bieber heldur, en hérna, sumir veit ekki hver hann og þá verður að fara á netið og lesa þið til ef þú vilt fá mynd af Justin Bieber, googlaðu þá nafnið hans og þú sér þann. Það sem ég að segja, ef þú vilt vita hver Melkísedek farðu þá hérna inn í ritninguna og googlaðu, þú getur jafnvel googlað Melkísedek í dag og fundið út alla ritningastaði sem tala hann og þá getur þú farið að virða hann fyrir þér. En það segir hérna, víst virði nú fyrir þig hvílíkur maður það var sem Abraham sjálfur forföðurinn gaf valda 10 herfanginu. Víst það að þeim Levísonum með prestþjónustuna fá boðið að taka 10 af líðnum eftir lögmálinu, það að segja bræðrum sínum, enda þótt þeir séu komnir á Abraham. En sá eigi var ættfærður til þeirra tók 10 af Abraham og blessaði þann fyrirheitin hafði. Þannig að hér 10 blessun. En með öllu það ómátmælanlegt að sá meiri blessar þann sem minni Og svo talað talað hérna meir Melkísedek. Það sagt Jésu að þú prestur í versi 17 að eilífu að hætti Melkísedeks. Þannig að þið geti velt ykkur þið geti virt Melkísedek fyrir ykkur og þið geti komið til mín og sagt mér hver Melkísedek var. Og ég veit ekki það best að fara varlega. Sumir segja að Hebreabréfið sé skrifað þessum og aðrir segja að sé skrifað að hinum. Þannig að en við getum samt verið í einingu og við getum samt verið sammála. En að lokum spurningin 10 í Nýja testamentinu. Þetta eiginlega einu ritningarstaðin í Nýja testamentinu þar sem talað 10, annars bara talað þetta sem ég las í upphafi, að sérhver gefi eins og hann hefur ásett sér í hjarta sínu. Og ég man það að það var eins og verið að stofna kirkju hérna á Íslandi og þá að tala það hvernig þetta ná inn 10 því að fjárþörfin var mikil og hvað ætlaði að gera ef þið sjáu að einhver borgar ekki 10. Já, þá tölum við hann, sagði annar, og gerið þið það í þessari kirkju? Nei, sjáðu, þú ákveður sjálfur, ritningin sem ég las fyrst, að sérhver gefi eins og hann hefur ásett sér í hjarta sínu og þar kemur 10 undir líka. Ef þú vilt ekki ásetja þér það í hjarta þínu, þá náttúrulega gerur það ekki, vegna þess að ef þú gerir það af því að einhver annar gerir það og einhver annar segir þér að gera það, að þá það gjöf af nauðung og það gjöf sem Guð vill ekki. En Guð elskar glaðan gjafara. Og ég man að það kom einu sinni maður hérna og hann var skuldugur fyrir haus og hann vildi byrja að gefa 10 og ég sagði að hann borgaði fyrir skuldir þínar vegna þess að það betri vitnisburður að þú borgir skuldir þínar, gefðu svo Guði. Jesús Kristur hann sagði einhver tímann, gjaldi keisaranum það sem keisarans og Guði það sem Guðs Ef þú telur að Guð hafi gefið þér lífið, hafi gefið þér heilsuna, hafi gefið þér vinnuna, að þá getur þú gert eins og Jakob. Þú þarft ekki að gera eins og Jakob, það þarf að vera þín trú, það þarf að vera þín samfæring. Þú getur gert eins og Abraham,
ég ráðlegg aldrei neinum að gera það sem pabbi minn gerði af því að það var eitthvað sem að hann var milli Guðs og hans, en við vitum bara það að þegar kirkja Jesú Krist stendur saman, eins og ég ætla að enda það sem ég byrjaði í þessu versi, og fólk sér að kirkjan að hjálpa hinum fátæku, líkna þeir sem ekkert hafa, að þá segir hérna að þá munu margir menn þakka Guði og þeir munu byrja að biðja fyrir ykkur. Og það er lykillinn að þessu öllu saman, að við viljum ekki vera kirkja sem komin upp á ríkið, af því að við erum Guðs fólk og Guð fyrir ofan ríkið. Og ég man þegar við vorum einhvern tíma hérna í gamla daga að þá vorum við að kaupa húsnæði, það var áður en við komum í þetta húsnæði, og gerðum við allt mögulegt til að afla fjár. Og hérna við fórum að skera af netum, og hérna þá segir útgerðarmaðurinn, hann segir, þetta líka mér. Það allir vælandi hérna að biðja peninga, en þið komið og biðjið vinnu. Þetta fannst honum vera rétt, og ég var glaður yfir því vegna þess að mér fannst það vera góður vitnisburður fyrir kirkjun okkar. Að við erum ekki að betla af ríkinu, við viljum gefa til samfélagsins. Þannig að málið að sérhver gefi eins og hann hefur ásett sér í hjarta sínu. Og það eitt enn að lokum, ég ætla að segja að það var boðskapur sem gekk út yfir heimsbyggðina sem var kallað velmeguna boðskapur eða prosperity gospel, og þá voru menn að segja þú bara gefur og svo færðu, þú gefur og svo færðu. Það ekki það sem ég að segja. Vegna þess að sumt færðu ekki hér aftur á jörðu, sumt myndu fá að launum í himninum, en ég man að einn svona predikari, Guð sett hann niður í Tölsa og hann byrjaði starf þar, og hann sagði, hann hafði verið svona, hann hafði verið lækningapredikari, trúarpredikari og svona prosperity predikari að hluta. Hann sagði, Guð sagði við mig, fólkið að gefa meira heldur en það getur. Og hann sagði, ekki vera að fara fram á við fólkið að það gefi meira heldur en það getur. Og hann sagði, við hættum að við kunnum svo vel að predika þetta til að fá fólk til að gefa, en hann sagði, við hættum því, innkoman fór niður stund, en svo kom hún rólega upp aftur, og það var eðlilegur vöxtur. Og það það sem Guð vill. Guð ekki að fara fram á það sem þú átt ekki til, langt frá því. Hann ekki að biðja eitthvað sem þú getur ekki, vilt ekki. Guð, hann vill gefa okkur til þess að við getum gefið öðrum. Það lykillinn. Hann vill blessa þig til þess að þú getur blessað aðra, og hann vill að hjartað þitt sé þar. Og Abraham, hann var forríkur. Það allt í lagi að vera forríkur, en hjartað þitt bundið af peningunum, eða það bundið af því sem þú getur gert við peningana? Og það svo yndislegt að ég veit marga ríka menn sem að styðja við starf Guðs og hjálpa fátækum, og það bara yndislegt, og það það sem þessi boðskapur snýst. Amen. Nú var ég eins og þessir gömlu predikarar sem ég fannst alltaf svo leiðilegir að því ég talaði svo lengi. En ég ætla að fara að ljúka þessari samkomu, Snorri ætlar að ljúka hérna, og síðan ætlum við að hafa smá eftir samkomu hérna sem verður ekki í útsendingu. Þakka ég fyrir, Kitty mín. Þetta eru orð sem við þurfum að heyra. Þetta snýst allt trú. Þú gefur í trú, þú þiggur í trú, og þú gerir það sem við erum að gera og við erum að predika, allt í trú. Við erum
fyrst við endum þessar samkomu, ljúkum henni, þá skulum við líka biðja í trú. Við skulum biðja fyrir því að Drottinn hann viti landsins okkar. Hann viti þeirra fjölskyldna sem við erum að leysa og hann viti fólksins í okkar landi. Heyri amen við því. Drottinn minn, þakkaði fyrir að biðja vitjun þína. Hjálpaðu okkur til þess að vera hluti af þeirri vitjun. Það verk sem þú vilt að verði unnið á Íslandi, þar megum við vera. Drottinn, þú segir þig í orði þínu að þar sem að þjóðin þar mun og þú vera. Og við byggjum blessunar yfir land okkar og þjóð, vitjað hennar. Hjálpaðu henni til þess að taka nýja afstöðu í þeim málum sem standa frammi fyrir okkur, í stað þess að vísa fagnaðarerindunum frá börnum og skólum, að þá megum við segja, við skulum bjóða Jesúm Krist þangað velkomin inn. Og við bið blessuna til barna og til heimilis og fjölskyldna og skólakerfið, stjórnmálin og allt það sem að lítur að valdi, það verði undir þínum vilja. Tilkomið þitt ríki og verði þinn vilji hér á Íslandi eins og á himnum. Í Jesú nafni. Amen. Við ljúkum útsendingu núna og þökkum bara innilega fyrir gott áhorf og bjóðum að auðvitað öllum að vera með í útsendingunum sem að hjá okkur eru. En okkur langar til þess áður en við hleypum ykkur upp í kaffi að við eigum svona smá minningastund. Við höfum tilefni til þess að rifja það upp sem að Páll postuli segir í 1. Korinthubréfi 11 þegar hann tala við okkur að við erum sáttmála bundin honum. Og ég sáttmála bundin maður. Ég hef borið þennan hring hérna á fingri mér frá því 24. ágúst 1973. Og ég hef látið þennan hring minna mig á að ég sáttmála bundin konu. Sú kona heitir mín kona og mín kona. Það búið að ganga á ýmsu og þið vitið, stundum hefur hún farið til Ástralíu og ég hef verið í Kænugarði og hún hefur verið í Róm, þannig að fjarlægðin hefur verið mismikil hjá okkur, en ég bundin konunni enga síður. Hvar sem að hún þá hún mín og ég hennar. Og í Korinthubréfinu fyrra, þá segir Páll þetta við okkur, ég ætla bara að minna ykkur á þetta, því mér finnst þetta svolítið sterkt og gott atriði, allavega minni mig á það, að Páll segir, því ég meðtekið frá Drottni, það sem ég hef kennt yður. Hann var ekki í brauðsbrotningunni þegar Jesús braut brauðið og blessaði bikarinn og gaf lærisveinum sínum, þegar Júdas sveik hann og labbaði út. En Guð talaði þetta við hann og segir við Pál, og hann segir þetta aðeins hérna í 25. versinu. Sömuleiðis tók hann á bikarinn eftir kvöldmáltíðin og sagði, þessi bikar hinn nýji sáttmáli í mínu blóði. Hann hinn nýji sáttmáli í mínu blóði. Gjöru þetta svo oft sem þið drekkið í mína minningu. Og mér þótti vænt þegar Kitti var að minnast á þetta sáttmálatákn að gefa. Þetta nákvæmlega það eðli sem Drottinn vill vekja hjá okkur. Og ég ætla að minna ykkur bara orðin sem að Páll segir líka í 2. Korinthubréfi, 7. kapitúla, þegar hann talar ég mun búa hjá þeim og ganga meðal þeirra. Ég mun vera Guð þeirra og þeir mun vera líður minn. Hvernig líst ykkur á? Þetta rosalega sterkt boðun. Þessi boðun, hún tengd sáttmálanum sem við eigum við Jesúm Krist. Ég mun búa hjá þeim. Ég mun vera meðal þeirra. Og það það sem við erum að minna hvort annað á með þessu sáttmálatákni sem við höfum. Við erum með brauð og vín hérna og við skulum núna standa upp og við skulum blessa þetta í nafni Drottins Jesú Krist. Eins gott að ég... Amen. Kitti minn, viltu taka þetta og viltu blessa
brauðið og svo blessum við bikarinn og við berum þetta út til ykkar. Gjörðu svo vel. Amen.